hér er kominn Árni Björn Pálsson og Flaumur frá Sólvangi. Þeir urðu í öðru sæti eftir forkeppnina og eru hér mættir til að sýna okkur sitt prógram aftur. Mér finnst það ekki leiðilegt að sjá þetta aftur. Mér finnst það æðislegt. Já, það er náttúrulega bara lúxus fyrir okkur að fá að horfa á þetta aftur en ég get samt sumpart tekið undir með þeim sem að vilja bara hafa þetta eitt rennsli á kvöldi. Já, ég skil það sjónarmið líka. Ég skil það líka það sjónarmið en hann er búinn semst með sniðgangana og ef eitthvað þá mætti sniði bara vera minna. Já. Það er að segja minni hliðagangur. En gott höld. Og síðan fáum við þetta klassastökk og það er eins með það hérna að ef eitthvað að það mætti sniði bara vera minna. Því hesturinn, hann er svo góður á gangtegundunum og það virðist vera svo auðvelt að fá. Yfirleitt eru frekar vandkvæði með að fá þessa sveigju. En stundum verður þetta þannig að hesturinn fer jafnvel að bjóða sjálfur að gera meiri hliðagang heldur en minni. Og það er ekki tilviljun af hverju við tölum við gjarnanum og vilja hafa þetta á 3 sporum af því að þar er söfnunin mest og þar reynir þetta mest á hestin og knapan. En eins og ég hef nefnt áður í kvöld þá hygg ég það að knaparnir séu stundum að ríða æfingarnar svo lítið yktar til að vera vissum að það fer ekki fram hjá dómarum hvað þeir að gera. Já, því það er ekkert auðvelt að sitja þannig að það sem að dómararnir sitja ekki að horfa á sniðgangi framan á hestinn. Og þarna kemur taumur gefinn. Kemur taumur gefinn á brokki og ég sýndist hann og hérna svona frá okkar sjónarhorni lækka sig alveg nóg, allavega er hann alveg slakur og afslappaður hesturinn og gerir það mjög vel. Og ég upplýsi stöðuna. Já. Silvía Sigurbjörnsdóttir, sveit 7,31, Mette Mannsett 7,39, Viðar Ingólfsson 7,49 og Aðalheiður Anna 7,59. Spennandi. Þannig þetta er mjög spennandi. Sjá hvernig gengur hjá Árni Björn að gera hér flott sjó og þá kemur hér lokaður sniðgangur á tölti sem að virkar mjög vel og er fyrir mitt vitt mjög góð æfingu. Sjáum hvernig taumsambandi verður ennþá léttar og betra, hvelfingin og höfuðburinn og töltið ennþá betra. Þannig að þetta fannst mér vera alveg topp útfærsla á æfingunni. Kemur hérna í hina áttina. Og með hóflegu sniði. Og sér hvernig hann beitir ásetunni svona til að ná þessari sniðgangi. Við sjáum að æfingin hefur góða virkni hérna megin en þú sýnu meira hinum megin. Nei, sýnu betri skulum við segja. Og svo fer hann í töltið og þetta er náttúrulega óskaplega falleg framganga og lítið sýnilegar ábendingar. Það er svo við töluðum áðan, hann virðist vera að gera lítið en hesturinn mikið, knappinn. Já, fas mikið, mjúkt, en samt með stærði í skrefum og... Já, og hófleg og magni á orku. Við gerum þetta mjög skemmtilegt, það er að segja. Það eru 4 mínútur komnar. Og svo kemur lokaður sniðgangur á brokki. Þarna virkar hann mjög vel og sjáum hvað hefur góð áhrif á hvelfinguna og ykst freka fjæðarmagn í hestinum heldur en hitt. Það kemur síðan þetta fallega fjæðrandi brokk út fyrir æfingunni, þannig að æfingin hefur verið ótvírætt verið að hafa góð áhrif. Og sama sjáum við hér skemmtilegt þetta léttleikandi taumsamband. Fyrir minn smekk. Hér er klappað og það er fullt af fólki og gríðarlegur áhugi og gaman að sjá hvað mikill áhugi á þessari keppnisgrein hérna. Og við erum hér í TM Reiðhöllinni í Víðidal á félagsvæði þeirra Foxmanna. Virkilega vel að mótinu staði hér, gaman að vera hér, erum hér í fyrsta skipti og þarna sjáum við einkunnir fyrir gangtegundir. 8,7 og 8,7.
Þá það tölur fyrir æfingar. Það aðeins einn knap eftir og það Júlíu Borba. 8,0, 8,3 og 7,9 sem afhendir hér verðlaun ásamt Gunnari Sturlusinni, forseta 5 og Garðari Hólm sem fyrrverandi formaður meistaradeildar þingmanni. Já, Árni, þetta Höfn. Já, þetta var svakalega gaman maður. Þetta var alveg, það svolítið langt sem ég hef staðið á efsta pallinum, en það alltaf gaman. Ég búinn að leggja mikið á mig með hana hest og gríðarlega stoltur af því hvað hann komið langt. Ég hef mikla trú á honum og já, þetta var bara svakalega skemmtilegt. Ég held að það sé ótt að segja að þetta er rosa mikið gæði í gangtegundum á þessum hestu og þjáll og svona íþróttakeppnishestur, en er hann ekki bara að fara á landsmót líka? Hans sterkasta grein er náttúrulega klálega sport, fjórgangur og jafnvel T2 svona í framhaldinu. Það er eitthvað sem við metum bara á vordugum þegar það kemur. Ég er nú ekki mikið fyrir að blanda þessum hestum saman í, þetta eru svo ólíka greina sko. Já, A-flokkur og... Nei, B-flokkur og... Já, ég fer ekki B-flokkur og fjórgangur. Já, ég held ekki að reyna við skeiði. Nei, en er þetta svona með öflugri fjórgangum sem þú hefur verið með? Já, ég hef ekki verið með svona fjórgangshest áður. Bara aldrei? Nei, ég held ekki. Ég held að hann er alltaf í sókn og hann er að bæta sig bara dag frá degi og bara gaman að vera með honum í þessu. Maður sér mikið mun frá því að hann kom fyrst fram og núna mikið búið að gerast, mikið að styrkjast og vera flottur. Já, einmitt. Það sést svo glögglega náttúrulega frá því fyrra í fjórgangunum að hvað hann er búinn að breytast og þetta er allt jákvætt bara.